Komið margblessuð og sæl og velkomin í Borgaran. Þátturinn þessa vikuna verður svolítið litaður af jólunum, en við hittum hana Ragnhildi Guðmundsdóttur, formann Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur, en þær hafi nóg að snúast þar þessa dagana. Við ætlum að hitta hana Herubjörg Þorvaldsdóttur sem að gefa út jólaplötu fyrir þessi jól og ætlar síðan að flytja alla leið til Chile eftir áramótin. Edda Egilsdóttir starfar hjá Póstinum og búin að gera í nokkuð mörg ár. Við ætlum að forvitnast aðeins vinnuna hennar og hvernig desembermánuðurinn lítur út. En við hefum leikinn í dag á Jónasi R. Jónasinni, sem starfar sem fiðlusmiður, með æðislega vinnustofu á horni Skólavörðustígs og Óðinsgötu og við kíktum til hans í létt kaffispjall á dögunum. Maður rokkar ekki endalaust. Nei. Það kemur að þeim punkti að maður þarf aðeins að kannski að hugsa svona lokin, hvernig maður feitar þetta út. Sitja hér á vinnustofunni með fiðlur. Já, og það það sem ég fór að hugsa, ég týpa sem að ég verð alltaf að hafa eitthvað fyrir stafni. Mér er svo gaman að vinna, mér er svo gaman að gera eitthvað. Sitja og gera ekki neitt sem er alveg ómögulegt. Og ég var búinn að velta því lengi fyrir mér hvað ég gæti gert þar sem ég gæti ráðið mér sjálfur, unnið eins og mér hentar og við eitthvað sem mér finnst gaman að. Og svo bara einhvern veginn gerðist það að ég eignaðist gamla fiðlu sem þurfti að taka í gegn og ég fór að taka hana í gegn. Og það var æðislega gaman og einhvern veginn smá saman þróaðist að yfir í þetta og ég sé á einhvern tímapunkti ég heyrði býttu við. Þetta gæti ég bara farið í og unnið í rólegheitum í ellinni. Svo ég skellti mér í skóla. Og fyrir hvað löngu síðan? Það eru 4 ár síðan, ég var 60 þegar ég setti á skólabekk. Ég held triksið að fara áður heldur en verður orðin of ellirhrumur, læra þetta svona áður verður orðin seint. Og það var yndislegt, það var æðislegt. Og tilgangurinn með þessu raunverulega sá að ég geti bara dundað mér. Ég meina þetta er ekki, þú veist, einhver stór tekjulind eða eitthvað svoleiðis. Það er fyrst og fremst bara mér til ánægju. Sitjum ég að hlusta á tónlist allan daginn, sem náttúrulega ekki forréttindi. Rock. Já, rock, já. Ég fylgist með því sem að gerast alveg á fullu, sko. Það er æðislegt. Ég hlusta á alls konar tónlist, alla fjóra. En nýtist þér þessi vinna sem varst í hérna Denny, eins og segi, í poppinu og yfir í þetta? Já. Hvernig þá? Sko þegar ég var í upptökunum þá lærði ég að hlusta og þegar maður er í tónlist þá lærir maður að hlusta en ég lærði að hlusta svolítið sérstakann hátt kannski sko með því að vinna mikið í stúdíónu eins og þú veist þá var maður þarf kannski að læra að einangra hljóð átt að segja á því býtu hvernig hægt að breyta þessu hljóði með einhverjum tilfæringum og það kemur allt til góða í þessu að svona maður hljóðgreinir og ekki spurning ég var var við það í skólanum að þegar við vorum að tónstilla hljóðfæri og prófa mismunandi strengi og þetta þá voru krakkarnir sem voru með mér í skólanum þau vissu í raun og veru ekkert sko, þau kunni ekki að hlusta með fullri virðingu sko en það er svona eitthvað sem kemur í gegnum stúdíóinu Sko, fiðlan, maður allavega skynjar það svona að ég þekki hana nú ekki mikið sjálfur en þetta snýst allt tréverkið, eða hvað? Já, það er svo ótrúlega, þetta snýst svo mikið viðinn, smíðina, samsetninguna, lakkið. Þetta snýst öll þessi smáatriði, sko fiðran hljómar öll sömul. Þetta stykki hérna til dæmis, strengjahaldarinn, hann hefur áhrif á tóninn. Stillipinnin, hann hefur áhrif. Allt þetta spilar saman. En svo það náttúrulega, sko, það sem kannski skiptir öllu og mestumáli, það er grunnur, það er viðurinn sjálfur, en að hann síðan fari ekki réttar hendur og smiðurinn þinnan passlega mikið á réttum stöðum, forman rétt og svona, þetta er svo ótrúlegu galdur og fullkomnin er svo mikil, fiðlan er svo fullkomin. Hún hefur nánast ekkert breyst í sko 400-500 ár.
þetta dýrasta hljóðfæri á jörðinni? Já, þetta sennilega, sko það er kannski, ég veit það er kannski til sko pípuorgel sem eru rosalega dýra þegar þau eru stærra og meiri, en ein svona fiðla, já, þú sko það kom hérna til mín, kíkti hérna til mín yndislegu maður, Norðmaður, Arvid Thorolsen, sem þeirra frægasti fiðluleikari, kom hérna bara inn með krökkum í Suzuki skóla, hann var bara að fylgja þeim í tónleikaferðalagi og sagðist vera með eiga Guarneri fiðlu. Guarneri var rétt á undan Stradivari og einn af þessum þremur kannski stóru. Hann sagðist eiga eina sem að hann væri með, hvort ég vildi fá að heyra í henni. Hann kom hérna til mig síðan 20 år seinna og spilaði fyrir mig hérna og ég hef aldrei heyrt annað eins. Það var yndislegt. Og ég spurði hann hvað fiðlan væri verðmetin á. Hann vissi það nú ekki, en hún var tryggð á 600 milljónir. 600 milljónir. Ótrúlega tölur. Ótrúlega tölur. Og fiðlur, þessar fiðlur, sko þessi kategóría, þessum stóru, sko, fínu, frá þessum stóru fínu smiðum, að þær halda verðgildi sínu betur heldur en gull eða demantar eða fasteignir eða nokkuð annað. Í gegnum öll hrun hafa þær haldið áfram að hækka. Það var Stradivarius félag keypti til landsins rétt fyrir hrun á rúmar 100 milljónir. Eða, nei, á $1 milljón, já. 1,1 held ég, eftir sem ég heyri. Og hún var seld fyrir 1,5 ári síðan á 2,4 milljónir. Og það hafði ekkert... Það ágætis ávöxtun, sko. Já, og það hafði ekkert verið gert til þess að auka verðmætin, sko. Magna, og líka með hvað hann viðkvæm, ég sé þú út með rakatækinn inni, það er mjög hlýtt og notalegt hérna hjá þér. Þetta skiptir líka gríðarlega máli. Gríðarlega miklu máli. Sérstaklega fyrir sellóin skiptir þetta bara sköpum í raun og veru, því það eru stærri flötur, það er meiri viður, því að viðurinn skreppur saman í þurru loftslagi, dregur sín í sér rakan og stækkar eða þenur sig við rakan. Sko, kjör rakastig fyrir svona hljóðfæri er 50–60% raki. Aftur á móti á veturna hérna hjá okkur er ekki óalgengt að við séum að tala kannski 23–25% raka inn í húsum. Þannig að... Það þarf að bæta aðeins í. Það þarf að bæta aðeins í. Og sérstaklega í tónlistarhúsunum, eins og í Hofi, ekki gott. Nei, aðeins að bæta. Það er aðeins að bæta í. Ein svona sprunga sem kemur í kjölfar til dæmis ef það er ólítill raki og mikill, eða ólítill þá sennilega eða ekki. Jú. Hún getur haft gríðarlega áhrif bara Já. á hljóðið. Ég er með hérna er mér fiðlu sem ég bara er að gera við akkurat núna. Já. Hún er ættuð frá Akureyri þessi, reyndar. Það er eigandi það, sko. Ég þarf að, hún sprakk hér. Hérna var sprunga og núna er í þeirri vinnslu að gera við þessa sprungu og svo nú fleiri sprungur hérna líka. Ein svona sprunga, að gera við svona sprungur tekur sko, það getur tekið mig vikutíma með því reyndar sko, það þarf að líma, það þarf að þotna, það þarf að líma aftur og það þarf að, þannig að þetta er heilmikið mál. Eins og allir vita, þá verður mikið að gera hjá póstinum núna á næstu vikum. Allir að senda jólakort út allar trissur og pakka og ég veit ekki hvað og hvað. Ég hitt hana Eddu Egilsdóttur sem hefur starfað hjá póstinum við Pósthússtræti í Reykjavík í nokkuð mörg ár. Hún þekkir vel til þessa mála og ætlar að segja okkur svolítið frá sínu starfi og því sem framundan er hjá henni. Edda, Já. þú ert búin að starfa lengi á póstinum? Já, ég er búin að starfa hér í 36 ár núna í desember. Já. Byrjaðirðu bara beint í jólaösinni fyrir 36 ára síðan? Nei, ég byrjaði, á þeim tíma þá byrjaði maður á að fara í póstskólann í gegnum hann. Það voru eiginlega 4 vetur, það var sko unnið heila ýmist fyrir eða eftir hádegi sko og svo í skólann hinn helminginn af deginum. Það er svona verklegt og bóklegt. Já, þá var maður sendur sko á milli staða, maður var ekki á sama staðnum til þess að fá þekking og reynslu í sem flestu af því að pósturinn var þá deildar skiptur
gjaldkerar til dæmis á þeim tíma seldu bara frímerki og burðargjöld. Það var sér bögglapóststofa, það var sér ávísanadeild, þannig að þetta var svona skipt niður. Það er ýmislegt gerst á þessum 36 árum og mikið breyst eða hvað? Já, það er nú heilmikið breyst. Hvað hefur svona breyst mest? Þetta eru orðið minni einingar, það eru færri starfsmenn á hverri stöð á pósthúsi og flokkunin öll, hún er farin eiginlega upp í póstmiðstöð sem að var hér áður bara öll efsta hæðin lá við undir bréfbera og flokkun. Þannig að það hefur farið og eins hefur bréfamagn náttúrulega minnkað svolítið Náttúrulega með tilkomu internetsins og svona, það hlýtur áhrif. Já, mjög mikil. En nú er svona þetta ekki vertíðin sem að fara í gang núna, jólin? Hún fer að byrja núna bara upp úr mánaðamótum. Hversu miklu meira er að gera á þessum tíma? Heldur en bara, við tökum bara einhvern annan mánuð, bara eins og þetta kannski nóvember eða október? Þetta kannski hækkar svona, ég var að líta á gamni í dag, við vorum svona að spá í hvenær þetta byrjaði og þetta hækkar kannski bara 200 afgreiðslur á einum degi, það er dálítið slatti og svo heldur þetta stíghækkandi náttúrulega upp. Og eru landsmenn stundum allt of seinir í þessu? Að koma bréfinu og jólakortunum til skila? Við reynum hvað við getum að koma til skila, en já, það er ótrúlega margir sem að koma þetta daginn eftir síðasta skiladag. Kemst þetta ekki örugglega til skila? Reddið þessu ekki? Blikkaðu. Þetta eru svona spurningar sem maður heyrir mjög oft í þessum mánuði. En alla jafna þá nú flestir á réttum tíma en það samt alltaf einhverjir sem að eiga eftir að klára. Já, klára svona í lokin. Já. En talandi um þetta og fólk sem að koma hérna síðast núningi, það hljóta að vera nú svona engin svona skemmtilega atvik sem það lenti í svona í gegnum árin? Ég man eftir einu atviki hérna í gömlu afgreiðslunni, einmitt á aðfangadag. Það hefur alltaf verið opið til hádegis á aðfangadag og svo eftir lokun, bara klukkan var eitthvað langt að ganga 1, þá eftir ein kona fullorðin hérna sem að keypti frímerki og var svo að setja á kort og annað og við erum 2 gjaldkerar eftir, allir aðrir farnir heim og við erum bara svona hingra að hún sé búin. Svo hinn gjaldkerinn segir mér, ég vil ekki hjálpa henni að líma á þetta svo komum svona heim Í steikina? Já, ég það svona bara, förum að komast heim. Jú, svo ég kalli hérna og segir, ég vil ekki bara hjálpa þér með þetta? Jú, vola þakklátt með það. Svo þegar hún komin hérna út í dyrunum, var náttúrulega hérna í gömlu afgreiðslunni, þá snýr hún sér og segir, verður þetta ekki annars alveg örugglega búið út í dag? Og við bara tvær eftir, Ég skil, fóruð nokkuð með bréfið sjálf? Menn eru bjartsýnir, hlutinu komast til skila. Já. En þín skilaboð allan að fólk bara að mæta tímalega og heilsa upp á Já, og vera bara ágætlega undirbúið, búið að skrifa utan og búið að pakka. Já. Það fylgibréf og annað hérna á öllum borðum að vera búin að, þegar komið til gjaldkera, að vera búinir að skrifa utan og ganga frá þessu. Það flýtir ansi ótrúlega mikið fyrir. Hera Björk Þorláksdóttir söngkona hefur heldur betur í nógu að snúast þessa dagana. Hún að fara að taka þátt í sýningu í Þjóðleikhúsinu sem verður frumsýnd annan í jólum, að æfa þar á fullu. Svo hún að gefa út jólaplötu og síðan eftir áramótin ætlar hún að pakka öllu draslinu saman og flytja til Chile. Hinum einu á hnettinum hreinlega. Ég hitti Heru heima hjá henni á dögunum og ræddi aðeins við hana það sem framundan Hera, hvaðan kemur þessi áhugin á innanhús, hönnun eða arkitektúr? Ég veit það ekki. Nei. Ég ekkert alin uppið að vera á einhverjum arkitekta stofum eða labba borgina og skoða eitthvað svona innanhús arkitektúr. Alls ekki. Ég held að þetta sé eitthvað svona nett geðveiki sem ég með fyrir svona symmetríu. Það alltaf einhvern veginn að vera
rétt, veist, ef ég er að raða einhverju, hérna heima á mér, að raða ég því, svo labba ég, snýði mig frá, labba ákveðið í burtu og snýði mig svona við, bara alveg, tök alveg súlandurinn á það. Og ef það trufla mig ekkert í myndinni, veist, hérna svolítið þetta hérna, þá er ég góð, sko. Þannig að ég held að þetta sé bara eitthvað stöfill af því. Þegar ég er búin að þekkja því, 13 ár, ég man alltaf eftir því þegar þú fluttir til Dalvíkur. Já. Þar gerður þú svona kósí hluti einmitt og þá var þetta greinilega að byrja. Er þetta búið að vera lengi? Það sem þú ert svona að dekorata svolítið á sjálfur þér og gera svolítið með svona þinn stíl. Já, sko ég var held ég alltaf að breyta herberginu mínu þegar ég var krakki. Það var einhvern veginn bara svona, ef ég ætti að taka til, þá þurfti ég að breyta. Dóttir mín líka svona. Hún getur ekki að tekið til án þess að breyta öllu. Og stundum fyrir þetta alveg í mig núna sko, því að þú veist, það tekur svona lengri tíma og stundum þarf að fara í IKEA og kaupa eitthvað svona. En ég var nákvæmlega svona, það var bara ekkert IKEA þá sko. Þannig að ég fór stundum bara í herbyggi sko, systkina minna og foreldra og sótti eitthvað sem mér vantaði eitthvað. Og setti bara inn í herbyggi mitt. Svona myndir og bækur og svona. Ég held þetta, ég hef greinilega verið að þessu alltaf. Veist, ég fekk einhvern tímann svona með fyrstu gjöfun sem ég man eftir var svona borðstofusett, svona Barbie borðstofusett. Ég held ég myndi tjöllast úr hamingju. Og þessu var ég að raða alveg fram og tilbaka undir þessu borði inn í stofu, hjá sófanum. Það þurfti að passa sko eitthvað staðar. Og nú ertu búin að opna búð. Já. Þú fórst út í það bara? Já, ég er pínu þannig að þegar ég segi svolítið að gera eitthvað þá þarf ég að framkvæma það. Ég fæ svona, ég veit ekki cirka 100 hugmyndir á viku og ef ein lifir lengur með mér heldur en bara daginn og tala ekki um hún lifir mánuðin og vikuna á árið að þá þarf að framkvæma hlutina sko. Þannig að ég fór, þegar ég flutti mig það norðan, þannig að 2003, þá fór ég á námskeið sem heitir Brautargengi fyrir konur í atvinnurekstri og mér langaði svo að gera eitthvað sjálfa, vera svona minn einherra og gera eitthvað annað, svona vera með eitthvað svona fyrirtæki á kantinum, pluss það að vera og svo að syngja. Af því þú veist að söngur er bara hobby eins og þú veist. Já. Eins og þú sérð. Eins og þú sérð. Og dagvinnan er hérna núna. Dagvinnan hérna, já. Og þannig að ég á þessu námskeiði bjó ég til viðskiptaáætlun sem hét sem sagt Pugo Smart. Og nafnið er komið frá pappa því hann veslaði alltaf í Pugo Smart. Það var búið á annarkvæmst á Laugaveginum eða Skólavörðustígnum. Það var eitthvað svona, þetta búið pappi kallaði hana Pugo Smart því það var sumt að það var annarkvæmst bara æðislega smartar inni eða ofsa Pugo. Og mér finnst þetta svo brilljant nafn að ég einhvern veginn pikkaði það upp og það bara einhvern veginn hékk með mér. Svo núna, þegar ég kippi þessari viðskiptaáætlun upp úr skúfunni einhvern tímann fyrir 1,5 eða svona 2,5 ára síðan. Þá bara fann ég það bara, nei, nú ger ég þetta bara. Mér fannst vanta svona dullubúð, svona álíka eins og Sirka fyrir norðan sem var lengi og er ennþá eina af mínum uppáhaldsbúðum á Íslandi. Æðisleg búð og ég fór alltaf þangað og bara verslaði fyrir 20.000 því ég fór norður. Verslum í heimabyggð og mér fannst bara vanta svona fransk-skandinaviska dullubúð á Laugaveginn. Þannig ég fór bara í málið. Hefur einhvern tíma sjálf til að vera í búðinni? Voða lítinn. Já. Ég voða lítinn tíma því miður. Ég er að æfa í Þjóðleikhúsinu fyrir jólasýninguna sem heitir Þingkonurnar. Ég hef frumsýnt á annan jólum. Og þú ert að leika líka? Ég er að leika líka á stelpunni, ýmislegt til listalagt sko. Já, það er greinilegt. Og svo er ég í farið til Færeyja með Frosthúsum og þér. Já. Það verður ekki leiðilegt. Það verður ekki leiðilegt. Ekki frekar fyrir daginn. Nei. Svo er það mínir eigin tónleikar, Ilmur af jólum, 8. desember í Grafarvogskirkju. Og það er svona út af því að ég er að gera, við kynntumst einmitt þegar ég gaf út Ilmur af jólum 1. Já, rétt. Var það ekki? Eða svona kynntumst, hittumst fyrst að einhverju viti. Já. Ég var svona búin að sjá því baksviðs með bróðir í Borgarleikhúsinu. Já, getur verið. Já, ég man eftir þið þá. Segðu mig Friðrik, af því að þú var að tala um áðan, ég hef aldrei tekið viðtal við, það er spurning hvort ég snúi sem við. Ég ætla að leyfa þér að njóta þín aðeins meira en þetta skiptið. Við skulum rífast mattíkuna annars staðar. Já, svo er þannig að ég er með þessa tónleika 8. desember út af því að ég er að koma með plötu núna sem að
kom út Já, núna bara. alveg rétt, þú ert að gefa síðustu plötu fyrir jólin. Já. Hvernig hefur tíma fyrir þetta allt? Er þetta nokkuð hægt í rauninni? Þetta er alveg hægt. Börnin mín sjá mig bara voða lítið á fjölskyldan og vinirnir, þetta bitnar svolítið á þeim. Já. En ég vona bara að þau komi öll á tónleikana. Já. Alls það sem ég er, það er hægt að hitta mig í búðinni niður í Þjóðleikhúsi eða einhvers staðar á tónleikum. Það er svolítið þannig, þessi jólin. Svo koma jólin og slaka kannski aðeins á og svo kemur nýtt ár og með ný ævintýri, lítið fugl hvíslaði að mér herra, þú ætlar að flytja til útlanda. Já. Hvað er málið með þetta, þú flakkar út allt? Já, veistu það, ég held ég hlýt að hafa verið í síkunni í einhverju lífi. Af því að ég á rosalega auðvelt með að... Eða farandsölumæður? Eða farandsölumæður, eða bara svona bubbi, svona trúbador. Já, kannski. Ég hef örugglega verið svona bubbi einhvern tímann með eitthvað staðar í Evrópu. Já, þegar ég fór þarna í byrjun ás núna síðast í febrúar til Chile í þessa keppni. Já. Og kem hana tilbaka með mávin bara, með bikarinn í töskunni, að þá byrja náttúrulega svona hjóla snúast sem að maður kannski var ekkert búin að gera ráð fyrir. Ég ætla náttúrulega bara að vera hér í krúttuhúsinu mínu með krúttubúðuna mína og syngja, þú veist, með svona krúttlegum söngvarum eins og þér og krúttlegum tónleikum og bara eiga slag krúttlegt líf. En síðan bara einhvern veginn tekur lífið í stjórnina og það að ég skildi hafa unnið þessi keppni gerir það verkum þannig að opnast flenni gluggi tækifæra fyrir mig inn á alveg brjálæðislega stóran og nýjan markað sem rauninni fáránlegt að nýta ekki en samt mjög erfitt að taka það ákvörðunarregla að kýla á það já, það er í rauninni eitthvað sem að ég fann það bara, ég vaknaði hérna bara einhvern lögadagsmorguninn eins mikluð og hægt er að vera mikluð og maðurinn minn satt hérna fram í tölvunni og ég kem bara fram og ég bara eigum ekki bara kýla á þetta og hann var bara hvað og ég bara svona, ég get ekki hægt að hugsa um þetta, ég held ég verði ógeðslega leiðileg betur kettling ef ég fer ekki eftir til ég kom flytja með mig til Suður-Ameríku og hann bara já, ég meina skoða málið og þetta svar fyrir mér þýðir bara já, förum og hann var alltaf til ég að skoða málið en þá er ég bara, þá er ég bara farin á stað og síðan bara einhvern veginn ég er búin að þurfa að segja nei við svona nokkrum tilboðum bara út af því að ég er svo langt í burtu þannig að núna ætla ég bara að fara og ég hef svona notað líkinguna að við erum svolítið bara að stökkva fram að bjargbrúninni og ætlum bara svolítið að læra að fljúga á leiðinni niður. Við Hátún í Reykjavík eru einhverjar fallegustu konur landsins en það eru þær konur sem eru í mæðrastýrsnefnd Reykjavíkur. Ég hitt hana Ragnhildi Guðmundsdóttur á dögunum en þær hafa í nógu að snúast þegar að líða tekur að jólum. Ragnhildur, mæðrastýrsnefnd Reykjavíkur, þetta er stórt og mikið batteri? Já, þetta er stórt og mikið batteri og komin til ára sinna. Mæðrastýrsnefnd Reykjavíkur varð 85 ára þess ári var stofnuð 20. apríl 1928. Af hverju stofnuð mæðrastýrsnefnd á þeim árum? Það var vegna þess að togarinn Jón forseti fórst þá og með honum fórust heimilisfeður og eftirsátu ekkjur og föðurlaus börn og þá var ekkert sem kom til hjálpar þessu fólki. Þá stigu fram á völlinn Valkyrjur, Bríet Héðinsdóttir og hennar samstarfskonur og þær stofnuðu Mæðrastýrsnefnd Reykjavíkur. Hvað hefur þú starfað hérna lengi? Ég hafi ekki starfað hérna svona síðan 1990 hjá Mæðrastýrsnefnd. Mæðrastýrsnefnd Reykjavíkur á sér bakhjarla sem eru 7 kvenfélög. Og ég kem hér frá Kvenréttindafélag Íslands. Það eru tilnefnið 3 fulltrúar frá þessum 7 kvenfélögum og ég er ein af fulltrúum frá Kvenréttindafélag Íslands. Og ég held að ég sé búin að vera hérna síðan 2003 held ég formaður. En áður var ég í stjórn Kvenréttindafélagsins. Hver hefur verið svona þróun ykkar aðstæðar í gegnum árin?
Við höfum nú aðalega haft mestan styrk frá fólkinu í landinu og það eru einstaklingar, það eru félagasamtök og það eru fyrirtæki. Og við höfum tekið þetta að okkur að reyna að styðja við bakið á þeim sem eiga í erfiðleikum, gerum það með glöðu geði. Hér ekki borguð laun nema að við höfum einn starfsmann í hálfu starfi sem sér svona hvað eina sem þarf að sinna hér í sambandi við okkar starfsemi. Við erum með matarúthlutun núna einu sinni í viku og þá ýmislegt hérna, það bæði föt og skór og eitt og annað og gjafirnar sem við fáum frá fyrirtækjum eru gríðarlega verðmætar og við erum afar þakklátar fyrir það sem að þessir aðilar láta af hendi rakna. Er hver einn tíma á árunni fyrir ekki sem svona meira að gera hjá okkur en annar? Það náttúrulega jólatíminn, eins og þessi tími sem fer í hönd núna, það mikill annar tími og við erum núna byrjaðir að taka á móti umsóknum jólaaðstoð. Við erum búin að fá mjög flott húsnæði, við þurfum að flytjast búferlum alltaf fyrir jól og fá stórt húsnæði því að það svo gestkvæmt hjá okkur. Í fyrra koma 4.000 manns til þess að fá aðstoð en þegar ég segi 4.000 manns það eru úthlutanir en svo á baku hverju úthlutun svona 2,6, 2,7 aðilar. Þannig að við erum bara sem óðast í jólaundirbúningi núna. Við vorum að taka á móti fínu húsnæði sem við verðum í núna jólin. Það inn við Korputorg. Þar við með 1000 fermetra húsnæði og þar ætlum við að búa þannig að fólki líði vel þegar það kemur. Það hlýtt, það getur komið inn, það þarf ekki að standa fyrir utan í höfum. Og við ætlum að hafa þetta svona notalega aðstöðu. Hvert þeir að snúa sér sem að vilja gefa mæðrastyrksnefnd fyrir þessi jól? Hingað í Hátún 12, hringja, leggja inn á reikninginn eða hafa hvernig sem að fólk vill hafa það. En við verðum nú við alla daga fram að jólum. Eitthvað frekar en annað sem þið viljið fá? Okkur þykir náttúrulega langt best að fá peninga því að við kaupum svo mikið mat. Já. Það nú aðal uppistaðan. Og það nóg til af peningum? Í landinu nóg til af peningum og eins og ég segja að við höfum notið þess að hvað mæðrastyrksnefnd vel liðin af öllum og við náttúrulega reynum að standa okkur. Og þið eru náttúrulega út all land. Það eru mæðrastyrksnefndir sem ég best veit, það í Kópavogi, það í Hafnarfirði, það á Akureyri og það á Seyðisfirði má ég segja, en svo hjálparstarf kirkjunnar líka, eða hjálparstarf kirkjunnar, það sem sagt á fleiri stöðum og Rauði krossinn líka. Þannig að þetta eru margir aðilar sem að koma að málum, en við erum svona svolítið sér vegna þess að við eigum þessa bakhjarl okkar sem eru 7 kvenfélög. Þátturinn verður þó ekki lengri þessa vikuna. Við sjáumst aftur á sama tíma hér á N4 í næstu viku, næsta miðvikudag klukkan 6:30. En í næsta þætti heimsækjum við meðal annars Árbæjarsafnið. En þangað til getið þið séð til dæmis þennan þátt og alla hina þættina á n4.is á nýrri og glæsilegri heimasíðu okkar. En við sjáumst aftur í næstu viku. Hafið það gott.